Finndu lengdirnar x, y, vaff og setu með stærðfræðilegri nákvæmni. Hér erum við með þríðning, stóra þríðning A, B, C. A er 30 gráður, B er 60 gráður, þá er þetta C-horn 90 gráður. Nú, þegar við horfum á þessar tvo litlu þríðninga hérna, ég skipti honum í tvennt með hæðinni hérna, þá er það þannig að ef þetta horn er 60 gráður og þetta horn er 90, þá er þetta þessi litli partur af C-inu 30. Og ef þetta horn A er 30 gráður og þetta er 90 gráður hérna, þá er þessi litli partur hér 60 gráður. Þannig að við erum eiginlega með 3 sérstaka þríðninga, 1 risastóran og 2 litla. Ég á hins vegar að finna x-ið sem er þessi hæð hérna, ég á að finna y-ið sem er þessi partur hérna og vaffið sem er þessi partur hér og y-ið sem er þessi partur hér. Þannig ég ætla ekki að nota stóra þríðningi, ég ætla að nota þessa litlu 2. Þannig að þá nota ég þessa formúlu sérstöku þríðninga til þess að leysa þetta dæmi. Nú ef þú treystir þess að halda áfram að einspýtur, þá skaltu stöðva myndbandið hér og reikna dæmið, annars birtist lausnin hér eftir augnablik. Við erum að vinna með 2 30, 60, 90 gráðu þríðninga, þessar litlu hérna, og við erum að finna lengdirnar á x, y, vaff og setu með stærðfræðilegri nákvæmni. Af því við erum að vinna með 2, 30, 60, 90 gráðu þríðninga, þá erum við ekkert að hugsa um þessar formúlur hér. Það er bara að býta okkur, ekki nokkur máli. En kíkjum á hvað við vitum. Við vitum þessa AC-hlið hérna, hún er 11. Horfum á þennan þríðning hér þá, þennan vinstri þríðning hérna. Við getum ekki hort á þennan hérna hægri vegna þess að ég veit ekki neitt um hann, ég veit engar hliðar í honum, ekki ennþá. En ég veit þessa einu hlið í þessum þríðning hérna vinstra megin, þannig að ég nota hann til að byrja með. Og þetta er langhliðin. Og langhliðin, hún er 11. Og skemmri skammhliðin er langhliðin er tvöföld skemmri skammhliðin. Þannig að ef ég er með 11 jafnt og 2a og deili með 2 báðum megin, þá fæ ég út að skemmri skammhliðin er 11 deilt með 2. Þannig að x-ið er þá 11 deilt með 2 sem að myndi útleggjast sem 5,5. En ég ætla að hafa þetta sem almennbrot, ég á að skila þessu sem með stærðfræðilegri nákvæmni, ekki með tugabrótstölum. Þannig að x-ið er 11 deilt með 2, 11 aðrir. En hvað er þá y-ið? Y-ið er skemmri skammhliðin sinni rótin á 3. Og ef að skemmri skammhliðin er 11 deilt með 2, þá er lengri skammhliðin 11 deilt með 2 sinni rótin á 3. Ok, ég veit þá núna allar hliðarnar í þessum þríðning hérna vinstra megin. Kíkjum á þannig þríðning hérna hægra megin. Og hliðin sem ég veit er þessi x-hlið. Hún er 11 deilt með 2 og þetta er lengri skammhliðin. Þannig ég er þá að nota þessa formúlu hér, lengri skammhlið jafnt og skemmri skammhlið sinni rótin á 3. Og ég veit lengri skammhliðina, þannig ég veit þetta b. 11 deilt með 2 er jafnt og a sinni rótin á 3. Til þess að einungra a-ið, þá verði ég að deila með rótin af 3 báðum megin. Þannig að b-ið, lengri skammhliðin, verður þá 11, skemmri skammhliðin verður þá 11 deilt með 2 deilt með rótin af 3. Þannig að fyrir ofanstrik kemur 11 en fyrir neðanstrik kemur 2 sinni rótin af 3. Þá er hún komin. Þá er ég bara eftir þessa hlið u og hún er tvöföld þessi skemmri skammhliðin. Þannig að ef ég margfalda þetta með 2 þá dettur tvisturinn hér út og eftir stendur bara 11 deilt með rótin af 3. Það er þá uð.